Fyrir miðjum Skagafirði rís eyjan Drangey, þverhníptur móbergsklettur með grasivaxinn koll sem teygir sig hæst 180 metra yfir sjávarmáli. Hér því mikið og gott útsýni yfir allan fjörðinn. Eyjan rómuð fyrir mikið og fjölbreytt fuglalíf og telst alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð. Fjölda fugla þó erfitt að lýsa með orðum, sjón svo sannarlega söguríkari. Eyjunnar fyrst getið í Grettissögu en Grettir sterki Ásmundarson hafðist þar við seinustu ár sín ásamt bróður sínum Illuga og þrælnum Glaumi. Grettir fæddist og ólst upp á Bjargi í Miðfirði og því hefjum við ferðalagið okkar þar. Grettir var mjög ódæll í uppvexti sínum, fátalaður og óþýður, bellinn bæði orðum og tiltektum. Hann var fríður maður sínum, breiðleitur og skamleitur, rauðhærður og næsta freknóttur. Ekki bráðger meðan hann var á barnsaldri. Foreldrar hans voru þau Ásmundur Hærulangur Þorgrímsson og Ásdís Barðadóttir. Grettir hafði þó ekki mikið ástríki af Ásmundi föður sínum, en móðir hans unni honum mikið. Grettir var aðeins 14 vetra gamall þegar hann drap fyrst mann, en þeir áttu eftir að verða allnokkrir á hans lífsleið. Hann þá sagður hafa glímt við drauginn Glám á Þóroddsstöðum í Forsæludal og hafði betur, en Glámur lagði á hann bölvun og sagði að þaðan í frá myndi flest snúast honum til ógæfu og hann yrði útlægi. Eitt leit af öðru og nokkrum manndrápum síðar var Grettir orðinn útlægi. Grettir var mjög myrkfælinn eftir glímuna við Glám og átti erfitt með að vera einn. Hann fekk því yngsta bróður sinn Illuga sem þá var 15 ára ásamt þrælnum Glaumi til að flytja með sér út í Drangey. Frá Bjargi í Miðfirði höldum við áfram á slóðum Grettis að Grettislaug. Sagan segir að eitt sinn hafi eldur slokknað hjá þeim Illuga, Glaumi og Gretti út í eyju. Þeir voru bátslausir og syndi því Grettir í land og sótti eld að Reykjum á Reykjaströnd. Í lauginni á hann síðan að hafa bakast lengi nóttina því honum hafi orðið kalt eftir sundið. Hér því tilvalið að baka smá fyrir Drangeyjarferðina. Við ætlum þá að láta það vera að synda út í eina að þessu sinni. Það eru feðgarnir Viggó Jónsson og Helgi Rafn Viggósson hjá Drangeyjarferðum sem ætla að sjá að ferja okkur yfir og leiðsegja okkur eyjuna. Við siglum hérna undir kellinguna þegar við komum að eyjunni og eftir það þá siglum við meðfram henni og siglum þá að eyjunni sjálfri og siglum þá inn í Uppgönguvíkina og svo leggjum við bátnum og röltum þá á stað og röltum hérna upp í skarðið sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur, löpum þá þar upp og upp í skála og þar fórum við í kaffi og förum alltaf í kaffi með fólki sem með okkur í ferðinni. Og þegar við erum búin þar, þá löpum við í Grettisbælið og þar farin yfir Grettissöguna. Þegar við erum búin þar, þá förum við í Grettisbrunnin og svo komum við hingað upp á hæsta punkt eyjarinnar sem eru 180 metrar. Og þetta einn fallegasti staður eyjarinnar. Þið sjáu það náttúrulega hér að hér vítt til veggja og hér hægt að njóta útsýnisins yfir Skagafjörðinn allan og yfir eyjuna alla.
Segðu mér aðeins frá kerlingunni. Kerlingin er 52 metrar að hæð og þar hún er náttúrulega þverhnípt upp og eins og þú sást áðan þegar við komum að henni og hún er mjög tignarleg og falleg kerlingin í Drangey. En menn eru ekkert að klífa kerlinguna lengur eða hvað? Nei, síðasti maður sem fór þarna upp var skipstjórinn á skipinu, Viggo Jónsson, hann fór þarna upp 2004. Tengingin þín hérna við eyjuna, já hún er langt aftur og fleiri ætliði aftur? Já, maður kom náttúrulega oft hérna með pappa þegar maður var yngri og það er svolítið gaman að því að maður sé komin í þennan business að fara með fólk hér út og leyfa því að upplifa hvað maður upplifði sjálfur og svo var maður náttúrulega hér líka með afa sínum og pabbi var með pappa sínum, þannig að þetta er góð tenging hér í Drangey. Þú voru aldrei þreyttur á því að koma hingað? Nei, það er einhvern veginn ótrúlega magna. Maður fer kannski nokkra túra á dag og maður einhvern veginn upplifir alltaf ferðina upp á nýtt. Það er bara með hvernig hópurinn er, það er alltaf eins og það er náttúrulega nýr hópur og þá byrjar maður bara upp á nýtt og þetta er alltaf nýtt fyrir mann einhvern veginn. Það er ótrúlega fyndið og gaman að segja frá því að ég nýt þess að vera hér úti með fólk og leyfa því að sjá þessa fegur sem við höfum hérna í Skagafirðinum. En fuglalífið hérna, það er mikið og öflugt. Hvað eru margir fuglar hérna? Það hlýtur að vera spurning sem þú færð oft. Já, ég fæ það mjög oft og það er náttúrulega rosalegt magna af lunda hérna eins og þið hafið náttúrulega séð núna þegar við löbbuðum hérna hringinn um eyjuna að það er svakalegt magna af fugli hérna. Og það er bæði lundi, það er langvíja, það er álka, það er rita, það er fíllinn. Ég geti talið meira en þetta eru svona helstu fuglarnir sem eru hér úti í Drangey og þú heyrir náttúrulega sondið hérna, þeir hlæja bara á okkur. Það er hljóðið líka, það þarf að virkja skilningavit þegar maður kemur hérna í Drangey. Já, maður þarf að hlusta vel og leyfa þeim að njóta sín og svo höfum við náttúrulega einn fugl hérna líka sem er fálkinn sem maður tekur eftir hérna. Hann veiðir sér hér til matar og maður verður var við hann oft á flugi. Ísland býður mann upp á alls konar veður og þegar við lögum á stað þá var þoka hér en svo birti allt í einu til. Já, það er mismunandi upplifun, það er hægt að koma hérna í miklu sólskini en líka þegar það er öðruvísi veður. Já. Það er rosalega gaman að koma hérna eins og segir, í bæði sól og svo einnig í þoku. Þegar þú kemur til dæmis í sólinni þá sérðu náttúrulega hérna allan fjörðinn og eins og við sjáum náttúrulega núna. Þetta er mjög fallegt útsýni sem við höfum hér núna. En svo þegar maður kemur í þoku þá einhvern veginn kemur að eyjunni og þú sérð ekkert eyjuna en svo allt í einu þá blasir kellingin við þig þegar þú kemur upp að kellingunni og hún birtist út úr þokunni. Og það er tvennt ólíkt, maður þarf eiginlega að prófa bæði til þess að upplifa það. Já, við byrjuðum 2011, ég og pabbi minn, við tókum við af afa mínum, Jóni Eiríksssyni og við siglum frá Sauðárkrók og við erum hálftíma hér út á bátnum og við getum tekið 19 manns um borð í bátinn og þetta er bara, já, þetta er svona fjölskyldufyrirtæki bara hjá okkur. Þetta er nú kannski löng saga en við Helgerar byrjuðum með þetta 2011 og höfum verið svona með fastar ferðir hér í eyjuna síðan. Þannig að við erum konir á lappirnar. En tengingin við eyjuna, hún er ennþá aftur? Já. Pabbi var með þetta áður og var búinn að vera með þetta í 4 ára áður heldur en að við byrjuðum. Við tókum við af honum og þannig að sagan og eyjan er svona svolítið samofin okkar lífi. Eyjan var eitt sinn nefnd vorbæra Skagfirðinga vegna þess að þangað var hægt að sækja mikið af eggjum og fuglum á vorin sem þótti mikil og góð björg í bú á árstíma þegar ekki var of mikið nýmeti.
Hér ber mest á svartfuglategundum, stuttnefju, langvíu, álku og lunda, en meðal annara varpfugla mætti til dæmis nefna ritu, fíl og stuttnefju. Hrafn og valur eiga þá einnig griðland í eyjunni. Stuttnefjan, langvían, ritan og fíllinn verpa í bjarginu sjálfu, en álkan engum í urðum undir því. Lundinn grefur sér síðan holur í brúnunum. Hér hafið þið lent í alls konar ævintýrum, ekki satt? Jú, það búið að, já, það myndi endast í annan þátt held ég allt sem hann búin að vera og brasa hérna í. Allt frá því að vera veðurþeftir hér og lenda svo í hremmingum hér með bátinn og allt hvað eina. Þannig að það ýmislegt sem búið að drífa á dagana. Nú erum við á ferðalagi, við erum búin að heimsækja Bjarg í Miðfirði og Grettislaug. Já, gætirðu tengt þessa sögu svolítið saman, þessa staði alla leið hingað í Drangey? Já, þetta náttúrulega, Grettis saga náttúrulega eina af þessum sögum sem að lifa með þjóðinni og náttúrulega uppeldisstaður Grettis að Bjargi og þar hann fæddur og kemur svo í rauninni Grettislaug og Drangey eru náttúrulega samofin af hluta af sögunni þegar hann syndir eftir eldiviði til lands, er orðinn eldiviðalaus og hittir svo griðkonuna í híbýlum bónda. Þannig að þetta tengist allt saman. Þetta hefur nú verið töluvert sund, maður finnur að þegar maður er á bátnum á leiðinni að maður leggur nú kannski ekki alveg í þetta sjálfur. Já, þetta er náttúrulega að fara héðan sem að Grettir hefur uglust farið, sko, að þetta hefur verið, sko, heljarmenni Grettir, það er engum blöðum það að fletta og að leggja af stað, þú veist, þetta er ekkert fyrir einhvern venjulegan mann, þó svo að auðvitað hefur fólk leikið þetta eftir í dag og allt það, en þetta hefur verið mikið þrekvirki á þeim árum, það er alveg klárt, sko. Þótt okkur þykir skemmtilegt í dag að tengja sögunum Gretti við Drangey, þá þótti Skagfirðingum ekki góð tilhugsun á sínum tíma að vita af útlaganum sterka í eynni, þar sem þeir félagar lifðu í nokkur ár á bjargfugli, eggjum og sauðfé sem Skagfirðingar áttu. Úr varð að menn fengu Þorbjörn Öngul til að gangi við það verk að bana Gretti. Það reyndist þó meira en að segja það, enda erfitt að komast upp í eyjuna. Já, Grettir náttúrulega var hér út í Drangey og var útlagur hér frá Íslandi í 19 ár, en ef hann gat verið útlagur hér í 20 ár þá var hann frjáls ferða sinna. Og svo voru þeir hér úti Þrælling Glaumur og bróðir hans Illugi með honum og það slökknaði hjá þeim eldurinn í eitt skiptið og þá þurfti Grettir að synda hér yfir og syndi þá hér yfir að Reykjaströnd sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur og þar er Grettislaugin og þangað þurfti hann að sækja eld og sem hann gerði og kom svo með hann hér tilbaka í Drangey. Svo tengir sagan ennþá lengra því að við vorum á Bjargi í Miðfirði þar á undan. Já, þar er hann fæddur og þar var hann alinn upp. En hérna að vera út í þessari eyju einni, þetta hlýtur að hafa verið ótrúlegur tími fyrir Gretti. Já, þetta hefur verið svakalegu tími en hann náttúrulega þurfti að bjarga sér og komast einhvern veginn að því að menn ætlu að drepa Grettir því að Gretti var eins og segja að hann búinn að vera útlagur frá Íslandi og hann þurfti einhvern veginn að koma sér undan og þetta er mjög góður staður til þess að vera á held ég þegar maður er útlagur. Þorbjörn Öngul dó þó ekki ráðalaus og leitaði til móður sinnar eftir hjálp og fékk hana til að leggja álög á rótarhnyðju sem var látin reka að inni. Þegar Grettir ætlaði síðan að höggva tréð í eldinn fór öxin í fót hans með þeim afleiðingum að það kom mikið sár og sýking. Þorbjörn og hans menn nýttu sér þá færið og sóttu að Gretti í þessu slæma ástandi, ásamt Illuga sem vakti yfir honum. Eftir frækilega vörn féllu þeir bræður báðir. Þorbjörn tók höfuðið á Gretti með sér og fór með það Bjargi til að sýna ástísi móður hans. Þorbjörn ætlaði þínast með höfuðið meðferðis á alþingi en hætti við þar sem víg þeirra bræðra hafði mælst illa fyrir og þótti níðingsverk þar sem Grettir var dauðsjúkur og göldrum beitt til að fella hann. Þorbjörn fekk því ekki lof og laun fyrir víða á Gretti eins og hann átti eflaust von á. Heldur var í staðinn dæmdur til að fara úr landi og koma ekki aftur. Þorsteinn Drómundur, bróðir Grettis, átti síðan eftir að elta Þorbjörn suður til Miklagarðs, ganga til liðs við væringja og myrða Þorbjörn eftir að hafa heyrt hann gorta sig af vígi Grettis.
En Grettir, nú tekst hann á við draug og mikið heljarminni sem syndir hérna út og heggur menn og annan. Er það ekkert vafamál að Grettir var til raunverulega? Já, við sjáum það náttúrulega, sko, þetta ekki nema tæp 1000 ár. Þetta 1031 sem að Grettir veginn. Og sko, sagnamennskan í þá daga hefur náttúrulega verið svo að svona eins og vídeó hjá okkur í dag að hérna ég alveg klár á því að Grettir var til og ég alveg viss það að Grettir var heljarmenni en eins og hann sagði þegar hann kom til pabba hjá miðlinum að hann hefði verið til en það væri margt á hann logið og ég hugsa það sé akkurat sögurnar verða til og þú lætur aldrei góða sögu gjalda sannleika Þannig að ég alveg viss það að Grettir var til. Og ég held að Grettir hafi verið sko góðmenni inn við beinið þó svo að hann hafi verið svona ódæll og við sjáum það alveg í sögunni. Hann var fenginn til þess ef að einhvers staðar ábjátaði eða það þurfti að hjálpa fólki þá var hann boðinn og búinn til þess. Hvort sem það var nú að glíma við drauga eða forringjur þá var hann fenginn til þess. Þannig að ég alveg klár á því að Jú, margt búið til eins og við vitum, en sagan góð. Sagan góð og hér náttúran og dýralífið, það þarf að virkja öll skilningarvitin og meðan við erum hérna að spjalla þá heyrir maður að það eru alls konar hljóð í gangi. Já, og maður getur alveg ímyndað sér, sko, þetta eins og útlendingarnir sem að maður að fara með hérna, sem eru búin að koma alls staðar í heiminum. Og þau líka þessu við Galapagos-eyjar og þau segja mitt að það er þessi háæði, það er þessi læti í fuglinu, það er meira hér heldur en þar og svona allt öðru vísi. En þú náttúrulega hérna leiðist mann ekki, Nei. Það er ekki til. Galapagos-eyjar í Skagafirði? Já, þetta Galapagos Æsland. Í gamalli þjóðsögum Drangey segir að 2 nátttröll hafi verið á ferð með kú sína yfir fjörðinn þegar morgunsólin lét sjá sig. Við það urðu þau og kýrin að steini. Kýrin þá Drangey og við hlið hennar stendur kerling í dag. Karlinn stóð lengi vel með þeim en hann féll í jarðskjálfta 1755. Þið farið líka út í Málmey, segðu mér aðeins frá þeirri eyju. Já, við höfum farið erum þar í rauninni bara með hópa sem og ef að fólk óskar eftir því þá höfum við sett upp ferðir í Málmey. Og Málmey gríðarlega skemmtileg og falleg eyja. Það gaman að koma þangað og hefur náttúrulega mikla sögur svona þar var náttúrulega búið alveg til 51 og það virkilega gaman að svona geta snert á þeirri sögur líka. Þannig að þetta náttúrulega gjörólíkar eyjar. Hér náttúrulega miklu meira svona fuglalíf og meiri háæði en allt öðru vísi fugl. Þar bara lundi og mikið af gæs og mikið af svartbak. Þannig að þetta svona algjörra andstæður í rauninni. Það engin rita, engin langvíja, engin álka. En mikið að lunda í báðum eyjum. Nú heyrði ég að því hvíslað að það væri einhvers konar draugasaga í Málmey. Já, það eitthvað sem þú getur sagt mér frá? Já, þetta náttúrulega sem að fylgir sögunni í gegnum aldirnar að það átti ekki vera hægt að búa í Málmey nema í 20 ár. Húsvegjan var það og það hafa alltaf brunnið eftir 20 ára búsetu og það var nú svo skemmtilegt að ég hitti síðasta bónda í Málmey, Þormóð, sem að brann honum og hann sagði mér frá þessum sögum og hvernig var að búa þarna og það var mjög gaman fyrir mig að hafa einmitt hitt þennan mann. Og það var svona tilviljun í þessu, ég var að læra hjá Segli í Reykjavík, lærði þar rafvélavirkjun og var sendur til þess að laga rafmagn í sumarbústað á leiðinu upp á Hellisheiði.
Og þar hitti ég þennan gamla mann og þegar við fórum að taka tal saman og svona hann vildi vita hvaðan ég væri og við fórum svona að spjalla og þá kom það í ljós að þetta var síðasti bóndi í mánuði. Þannig að hérna, það var mjög gaman og hann gaf mér til minjar þennan fund okkar þarna gamlan Aladínlampa sem er upp á kommóðunni í stofunni minni, þannig að ég geymi hann. Þannig að svona nú lífið, skemmtilegt. En þessi staður hérna, hann í miklu uppáhaldi þar? Já, hann í mjög miklu uppáhaldi hjá mér. Þetta minn fallega staður eyjarinnar. Þú sérð hérna yfir allan fjörðinn, þú sérð alla eyjuna, heyrir í fuglalífinu alveg og horfa hérna ofan í Heiðnuvíkina. Þetta einhvern veginn svona, já, mikil upplifun finnst mér og fólki finnst það mjög skemmtilegt þegar það kemur hér upp. Og hérna getur maður að prófa hljóðið, ekki? Jú, hérna hægt að prófa hljóðið. Hvernig gerir maður það? Viltu prófa fyrst eða? Ég held að þú ætlar að fara fyrst. Já, ég taka það fyrst. Já. Þá heyrir maður mjög mikið bergmál þegar maður hér uppi, eins og heyrir í fuglinum. Og ég ætla að leyfa þér að heyra hérna eitt hljóð. Ertu klár? Ég er klár. Þetta verður ekki toppað. Þetta verður ekki toppað. Við siglum aftur í land eftir lærdómsríkan og nærandi dag. Það eitthvað einstaklega róandi við það að sitja með Drangey í baksýn og gera upp daginn. Oft telur maður sig þurfa að leita langt eftir ævintýraferðum eins og út í Drangey. Alla leið til Galapagoseyja hreinlega. Þótt ég aldrei komið þangað þá hugsa ég að það sé rétt að byrja á að líta sér nær og skoða nær umhverfið því þar leynast margir góðir dagar. Í Drangey þarf ekki að leita langt, heldur finnum við strax einstaka náttúrutengingu, nálægð við fjölbreytt fuglalíf og skemmtilega söguslóðir. Hvort sem við trúum öllu sem þar sagt eða ekki, þá sagan í það minnsta góð.